Í þessu sýnidæmi ætlum við að finna hlutfallið sem þarf að vera milli sýru og samsvarandi basa hennar í búffurlaust sem hefur pH-gildi 5 ef við gerum ráð fyrir því að sýran hefur Ka-gildið 3,5 síðan 10⁻⁶. Til að gera þetta þá þurfum við að nota okkur þessa hér jöfnu sem pH er jafnt á pKa plus loggin af styrk salts deilt með styrk sýru. Ég veit að pKa er jafnt á mínus logg af Ka. Þannig að í þessu tilfelli þá er pKa-gildið mínus logg af 3,5 sinnum 10⁻⁶, en það er 5,45. Næsta skref er þá að einangra loggin frá restinni af jöfnunni. Þannig að það gerir bara þannig að logg af styrki salts deilt með styrk sýru er jafnt á pH mínus pKa, sem þýðir þá að loggin af salti yfir sýru er jafnt á 5,0 mínus 5,45 sem er jafnt á mínus 0,45. Ég hef síðan báðar hliðar hér upp í veldið af 10 og þannig losna ég við loggin og fæ þá að styrkurinn af saltinu deilt með styrk sýrunar er því eftir 10 í veldinu mínus 0,45. Þannig að styrkur salts yfir styrk sýru er þó jafnt og 0,35. En það segir mér að hlutföllin á milli salts og sýru er það 35 á móti 100 fyrir salt á móti sýru. Þannig að ég þarf 35 hluta af salti á móti 100 hluta af sýru til þess að búa til böffurlausn með pH 5 og þetta tiltekna Ka-gildi.